Hætt við því að krabbameinslækningar hér á landi dragist aftur úr Norðurlöndunum ef ekki fæst fjármagn til innleiðingar nýrra lyfja. Umsóknir 10 krabbameinslyf eru í biðstöðu. Sumarhúsaeigendur og ábúendur við Skorradalsvatn segja að nálæg virkjun valdi bæði landrofi og ógni öryggi veiðimanna. Vatnsyfirborð hefur ekki mælst hærra í meira en 6 ár. Menntamálaráðherra vill koma böndum á síma- og snjalltækjanotkun í grunnskólum. Tekist var á málið á þingi í dag. Barátta gegn transfólki nýtt til að grafa undan réttindum annarra minnihlutahópa, segir fyrrverandi fyrsti ráðherra Skotlands. Réttindi transfólks gangi ekki á réttindi kvenna. Hættum að setja pressu á unglinga og leyfum að vera þau sjálf, segja nemendur í Fellaskóla sem unnu skrekk hæfileikakeppni grunnskóla í Reykjavík í gærkvöld. Því að við erum bara unglingar og við reynum okkar besta. Komiði sæl. 10 krabbameinslyf bíða afgreiðslu lyfjanefndar vegna skorts á fjármagni. Forstöðulæknir krabbameinsþjónustu Landspítala segir Ísland dragast aftur úr ef ekki verði hægt að innleiða ný krabbameinslyf. Leyfisskyld lyf eru oft kostnaðarsöm og þannig á sérstökum lið í fjárlögum sem Alþingi á eftir að afgreiða. Það vantaði töluvert inn í fjárlagaliðin á yfirstandandi ári og við höfum áhyggjur á næsta ári. Þó að það hafi verið gefið aðeins inn í fjárlagaliðin þá vantar svona 1 milljarð til þess að við getum staðist þær áætlanir sem við höfum gert. Ef að við getum ekki innleitt ný lyf og nýjar meðferðir að þá drögumst við aftur úr og við erum aðalega miða við hin Norðurlöndin og Evrópu en horfum á Norðurlöndin sérstaklega. Þetta þýðir að 10 ábendingar og umsóknir fyrir ný krabbameinslyf bíða afgreiðslu lyfjanefndar spítalans. Lyfin hafa þegar verið samþykkt í hluta Norðurlandana. Meðal annars vegna öldrunar þjóðarinnar eykst tíðni krabbameina og þar með þörfin á lyfjum. Kostnaðurinn eykst alltaf 10% á ári. Spár Krabbameinsfélagsins benda til rúmlega 60% aukningu í krabbameinstilvikum til ársins 2045. En læknavísindunum fleygir fram og því jafnframt spáð að fólk ætti í auknum mæli að geta lifað með krabbameininu með langtíma meðferð. Hlíf segir það há Íslandi að markaðurinn sé lítill og erfiðara að gera hagstæða samninga lyfjaverð og því gæti verið hagur að því að fara í samstarf við Norðurlöndin sameiginleg innkaup. En hvað þýðir bið á innleiðingu nýrra lyfja framþróun krabbameinslækninga hér? Þá eru bara færri meðferðarmöguleikar í boði hér og það er náttúrulega ekki gott fyrir þá sem að greinast með krabbamein og það sem við viljum bjóða hér. Við viljum standast samanburðin við Norðurlöndin og koma mjög þétt í kjölfar þeirra. Ég er ekki að segja að við viljum endilega leiða innleiðingu nýrra lyfja en ekki að vera eftirbátar. Þannig að þetta gæti jafnvel bara skipt sköpum fyrir fólk og jafnvel bara verið lífsbjörg að fá þessi lyf. Já, þetta allavega, þau lyf sem við viljum innleiða hafa sýnt ávinning og sem er þá annaðhvort lækning eða lengri lifun eða sjúkdómshlé, þannig að það skiptir auðvitað máli. Velkomin Halla, þú ert framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Hvernig horfir þessi staða við ykkur og ykkar skjólstæðingum? Get náttúrulega tekið undir allt það sem kom fram áðan, en staðreyndin er svo að það hafa orðið gríðarlega framfarir í meðferðum krabbameina og við sjáum það á því að 5 ára lifun er núna 74% sem þýðir að þeir sem greinast með krabbamein geta vænst þess að lifa meðaltali í 5 ár, en var ekki nema 55% fyrir 20 ára síðan. Þetta er auðvitað gríðarlega mikill munur. Og þetta er auðvitað fyrst og fremst tilkomið vegna þess að það hafa orðið svo miklar framfarir í meðferð krabbameina, lyfjameðferðum ekki síst. Einmitt. Og eins og þú nefnir, það er þá greinilega mikið í húfi að við náum að fylgja eftir hér á landi þessari lyfja framþróun. Skiptir bara öllu máli, við ætlum ekki að missa af lestinni þarna. Við verðum að halda mjög vel á spöðunum. Þegar við sendt heilbrigðisráðherra ályktun meðal annars þetta mál, hafið fengið ykkur svör og hvaða svörum langar ykkur að fá? Við höfum ekki fengið svör, við sendum auðvitað ályktunina af því að við höfum vísbendingar að framfarirnar séu kannski ekki alveg eins hraðar hér eins og á Norðurlöndunum. Sendum ályktun þar sem við skorum á þau að tryggja það að það sé nægt aðgengi að lyfjum.
Engin svör enn nema þau að það má kannski segja að svörin liggi í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þar sem að fram kemur að markmiðið að heilbrigðisþjónustan sé framúrskarandi og að landsmenn njóti bestu mögulegu heilsu. Það auðvitað kannski segir það sem segja þarf. Það þarf aðgerðir til þess að fylgja þessum orðum og gera þau að veruleika, markmiðin náist og við treystum því, lífið liggur við. Sjáum hvað heilbrigðisráðherra segir. Takk fyrir komuna, Halla. Takk. Þó að öðru, menntamálaráðherra fær heimild til að takmarka notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Verði frumvarp sem hann mælti fyrir á þingi í dag að lögum. Markmið frumvarpsins að samræma reglur í grunnskólum landsins og munu þær einnig ná til frístundastarfs. Engar samræmdar reglur eru til heldur hverjum og einum skóla í sjálfsvald sett hvernig reglum símanotkun háttað. Í könnun sem gerð var í fyrra kom fram að 45% skóla leyfa ekki farsíma. Rétt rúmlega helmingur skóla leyfir farsíma með takmörkunum og 3% leyfa farsíma án takmarkana. Þetta snerust umræðnar á þingi í dag. Til hvers þetta? Það eru reglur í skólanum þetta. Skólasamfélagið eru augljóslega að taka á málinu sem vel. Til hvers þetta flagg og treystir hæstvirtur ráðherra ekki skólasamfélaginu fyrir að sjá þetta? Verði frumvarpið að lögum setur ráðherra reglugerð það hvernig reglurnar verði útfærðar. Það hvort símanotkun verði takmörkuð eða jafnvel alfarið bönnuð. Ráðherra gat ekki svarað því hvernig reglugerðin verði útfærð. Það verði gert eftir samráð við skóla, foreldra og nemendur. Börnin sjálf að biðja þetta vegna þess að þau fara á milli, tala saman á milli skóla og þau átta sig á því strax að ef gilda einregla aukari regla í einu skólanum en heldur þeirra skóla, þá heimta þau að fá veikari regluna. Og það ekki betra að hafa bara samræmi? Framkvæmdastjóri Europol segir alþjóðlega glæpahópa nýta tölvuleiki og samfélagsmiðla til að fá börn og ungmenni til að fremja glæpi. Glæpamenn nálgast börnin á spjallsíðum og bjóða þeim peninga fyrir að fremja skemmdarverk og jafnvel morð. Dæmi að 9 ára börn hafi lent í klóm þessara glæpamanna. So what we see is that criminals and perpetrators, they really look to how they can infiltrate and get to the young people by using a different narrative. For instance, they look for young people that are inspired by violent video games. And then they consider that as these young people, they like violence. And then when they can reach out to these young people, they invite them to different chat rooms to discuss a bit more in depth. And that's the way how they try to recruit them. Barátta gegn réttindum transfólks aðeins hluti af því að grafa undan réttindum minnihlutahópa almennt. Þetta segir Nicola Sturgeon, fyrrverandi fyrsti ráðherra Skotlands. Heimsþing kvenleiðtoga sé mikilvægt í að berjast gegn bakslagi í jafnréttisbaráttunni. Nicola Sturgeon, sem kom hingað til lands til að sækja heimsþing kvenleiðtoga í Hörpu, gegndi embætti fyrsta ráðherra Skotlands í tæp 9 ár frá 2014 til 2023. Eitt af helstu baráttumálum hennar var jafnrétti kynjanna og hún telur heimsþingið mikilvægt til að ræða áskoranir út frá sjónarhóli kvenna. There's no doubt that gender equality is facing some pushback today, just as climate action and well-being economy are facing pushback as well. So opportunities like this for people to come together to rededicate themselves to common goals, I think is really important. Í valdatíð sinni kom Sturgeon því á að transkonur hefðu sama rétt og aðrar konur til starfa, til dæmis þar sem kynjakvóti við lýði. Ríkisstjórn Rishi Sunak stöðvaði málið og dómstólar staðfestu svo að þetta væri ekki skylda. Sturgeon segir bakslag í réttindum transfólks hluta af stærra vandamáli. There is no doubt that we are seeing many people who want to undermine women's rights, gay rights, rights of ethnic minorities are part of the attempt to put trans rights into the focal point of that. Sjálf sé hún feministi, hafi barist fyrir réttindum kvenna alla tíð og muni gera það áfram. But I don't think that is in conflict to standing up for the rights of other groups in society, and trans people are possibly the most stigmatized group in our society today. Og nánar verður rætt við Nicola Sturgeon í Kastljósi á morgun. En við snúum okkur að öðru. Áætlað að ríkissjóður verði af 10 til 11 milljörðum króna árlega vegna skorts á skýru regluverki og eftirliti með erlendum spilasíðum.
Þetta kemur fram í skýrslu íslenska peningaleikamarkaðinn sem var unnin fyrir Happdrætti Háskóla Íslands. Að mati skýrsluhöfunda hafa erlendar ólöglegar fjárhættuspilasíður tekið yfir stóran hluta af íslensku markaði með þeim afleiðingum að tugir milljarðar renna óhindrað úr landi ár hvert. Bregðast þurfi við þessari stöðu með því að bæta núverandi lagaumgjörð og hindra aðgang að ólöglegum vefsíðum. Velkomin Bryndís, þú ert forstjóri Happdrætti Háskóla Íslands. Þið höfðu frumkvæði að gera þessa skýrslu. Af hverju? Já, við byrjum á byrjuninni að þá hefur ríkt þennan happdrættismarkað þjóðarsátt sem að felst í því að allur afrakstur af starfseminni rennur til þjóðþrifamála. Og við höfum fylgst vel með þróuninni bæði innanlands og erlendis og við höfum séð það, og það í rauninni bara augljóst öllum, að ólöglegir rekstraraðilar hafa náð undir sér markaðnum og þeir hafa nýtt í rauninni veikleika lagaumhverfisins. Og þannig að við getum þá sagt að þjóðarsáttin er í húfi. Og markmiðið með skýrslunni er þá í rauninni að varpa ljósi á þessa alvarlegu stöðu sem að við teljum vera og svona leggja grunn að þá einhverjum leiðum sem að stjórnvöld geta farið og þessar leiðir eru þá byggðar á því sem að nágrannaríki okkar hafa gert. Þannig að niðurstöður skýrslunar eru svona í samræmi við ykkar tilfinningu fyrir hvernig landið liggur á þessu markaði? Já, sko niðurstöður skýrslunar er í rauninni að sko draga fram aðeins þessar leiðir. Við erum ekki að leggja til einhverja eina leið til þess að fara. Það er svo langt í land með að taka þá í rauninni ákvörðu. Það þarf að fara miklu meiri og ítarlegri greiningu á því til þess að sjá bara hvað hendar þessum örmarkaði sem að við erum. 400.000 manns, það er ekki sama fyrirkomulag sem hendar hér og fyrir 5 milljóna þjóð. Já, einmitt. Nú getur kannski einhverju spurt sig hverju þið eru að fara í gerð skýrslu þessar erlendu veðmálasíður sem eru, fyrst og fremst að veita kannski einhverju samkeppni á þessum veðmálamarkaði einhverju tagi. Já, ég ætla nú ekki að taka alveg undir það, sko, bara horfum á staðreyndir. Þessi markaður er algjörlega stjórnlaus og það verður eitthvað að gerast á markaðnum. Og við erum, eins og ég segi bara, að reyna að fá þá stjórnvöld til þess að bregðast við og fara þá einhverja skynsamlega leið. Þannig ég ætla alls ekki að taka undir þetta með samkeppnina, en sko leiðin að þessu markmiði er að lögleiða netmarkaðinn og skapa markað á netinu sem hefur þá skýra leikreglur, skýra lagaumgjörð sem að þá aðilar sem að taka þá þátt í þeim markaði geta farið eftir. Aðrir standa fyrir utan. Kæra þakki fyrir komuna Bryndís. Takk. Við snúum okkur öðru. Bændur, veiðimenn og sumarhúsaeigendur í Borgarfirði eru ósáttir við hvernig Andakílsárvirkjun stjórnar Skorradalsvatni og Andakílsá. Þeir kvarta undan blautum túnum, óöryggi veiðimanna og eyðileggingu gönguleiða meðfram vatninu. Sko, fyrst og fremst er það bara orðið alveg ofboðslega hátt, vatnsyfirborðið. Mælingar Orkunáttúrunnar sem rekur virkjunina sýna að vatnsyfirborðið er hærra í haust en það hefur verið síðan 2019. Þórhildur segir færri gæsir á túnum í haust. Það eru þó ekki endilega gleðifréttir. Ég vil frekar hafa gæsina heldur en vatnsyfirborðið þetta hátt vegna þess að þá er túnur blautt. Vatnshæðin veldur landrofi og fjaran við vatnið sekkur. Þetta bara hefur miklu meiri afleiðingar heldur en bara fyrir okkur. Þetta er ekki bara við, þetta er bara heilt samfélag við vatni sem er undir í rauninni. Félagið sem telir á annað 100 sumarhúsaeigenda fundaði í lok október með ON og annar fundur er á dagskrá eftir jól. Fyrir neðan virkjunina tekur annað vandamál við. Það er svo snöggar rennslisbreytingar í ánni og það er jafnvel þreföldun á rennsli á einhverju hálftíma sem hefur gríðarlega áhrif bæði fyrir öryggi veiðimanna. Ég óttast að það muni enda í einhverju skaða einhver tíman vegna þess. Veiðifélagið hefur kallað eftir því að skilin séu ekki svona svifleg. Þá getur þetta skapa stór hættu og við höfum alveg dæmum það að veiðimenn hafi flotið upp og bara hreinasta mildi að ekki hafi orðið stórslys. Við höfum verið að reyna að byggja þannig að virkjunni sjálf að reyna að stilla hana þannig að hún sé að koma með minni, eins og segir, gusur inn. Árni tekur ekki undir að samtalið hafi verið styrt, né að ekkert hafi verið að gert. Orkustofnun setji viðmiðunarmörk fyrir vatnshæð og ON miði við enn þrengri mörk. Í haust náði vatnshæðin að og aðeins yfir þau mörk. Sko lónstaða í dag er mjög há, bara almennt á öllu Íslandi vegna þess að veður búin að vera gott.
Árni bendir á að það hafi líka komið ár þar sem vatnsyfirborðið hafi verið of lágt. Ég held að oft sé þetta líka misskilningur því að þegar það tala að sé of hátt í lóninu, þá ekkert of hátt í lóninu, vegna það bara miðað við þau viðmið sem eru sett. Starfsemi fyrirtækisins Vélfag hefur verið stöðvuð tímabundið á meðan beðið dóms í máli þess gegn íslenska ríkinu. Stjórnendur Vélfags tilkynntu þetta á Facebook-síðu fyrirtækisins. Ástæðan sögð ákvörðun utanríkisráðuneytisins að framlengja ekki undanþágu fyrirtækisins frá þvingunaraðgerðum ESB. Vélfag varð á þessu ári fyrsta og eina íslenska fyrirtækið sem féll undir efnahagsþvinganir vegna meintra tenginga við rússneska útgerðarfélagið Norepo. Metlokun alríkisstofnana í Bandaríkjunum brátt á enda eftir að 8 öldungadeilda þingmenn demókrata sömdu við repúblikana að ljúka henni að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Öldungadeildin samþykkti með atkvæðum repúblikana og þessara 8 demókrata að veita stofnunum fjármagn til áramóta og fulltrúadeildin gerir væntanlega slíkt hið sama á morgun. Repúblikanar hafa fagnað þessari niðurstöðu en þeir þingmenn demókrata sem greiddu atkvæði á móti samningnum segja að hinir kollega þeirra verði að eiga þessa ráðstöfun við sig. Velkomin Hallgrímur. Já, hvað var til þess að það tókst loksins á höggvóðunan hnút og fá þessi 8 til að greiða atkvæði með? Þetta var náttúrulega búin að vera svolítið störukeppni. Þetta hefur gengið svona lengi vegna þess að demókrata gerðu kröfu niðurgreiðslu alríkisins til heilbrigðisþjónustu sem á að renna út núna næsta áramót og hún yrði framlengd. Repúblikanar vildu það ekki og þetta var bara stál í stál. Og þannig þetta búið að vera. Þangað til þessir 8 þingmenn demókrata sömdu við repúblikana að styðja frumvarp sem leiðir til þess að þessar stofnanir fá fjármagn í það minnsta út í janúar. Og hvað felst í því? Það ýmislegt en það aðalega tvennt. Uppsagnir alríkis starfsmanna sem hafa átt sér stað meðan á þessari lokun stendur að þær verða dregnar tilbaka og kannski þá það sem skiptir mestu máli að það verður atkvæðagreiðsla í desember framlengingu á þessari niðurgreiðslu til heilbrigðisþjónustu. En þetta náttúrulega þýðir að krafa demókrata að hún yrði framlengd, hún var ekkert uppfyllt með þessu samningi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hann hefur gefið til kynna að hann sé samþykkur þessu, en demókratar í þessari sitt hvori fylkingu hafa tekist á þetta frá því að afstaða þessara 8 var ljós. As I assessed it, there was zero chance of dealing with the ACA issue as long as the shutdown continued. Now, I don't know, 50-50, but there's a lot better chance now than there was this morning because nothing was happening. Democrats demanded that we find a way to fix this crisis and quickly, but Republicans have refused to move an inch. So I cannot support the Republican bill that's on the floor, because it fails to do anything of substance to fix America's healthcare crisis. Já, eins og kemur fram, þá ríkið núna fjármagna til janúarloka, en ekki alveg eins líklegt að sama þið á teringum þá? Það vissulega ekki útilokað. Það fer kannski einhverju leyti eftir því hvernig þessi atkvæðagreiðsla framlenginguna fer. Demókratar hafa boðað áframhaldandi baráttu fyrir því að þessi niðurgreiðsla verði framlengd. En þá náttúrulega þurfa þeir liðsinni einhverja þingmanna repúblikana. Það ekki í hendi. Síðan spurning hvaða áhrif þessi klofningur demókrataflokksins hefur á þeirra starf. Það á eftir að koma í ljós. En í það minnsta fjármagnið fer að streyma aftur til stofnananna eftir að fulltrúadeildin afgreiðir málið, mögulega á morgun, mögulega eitthvað síðar í vikunni. Síðan kemur í ljós væntanlega í næsta mánuði hver framvindan á þessu endanlega verður. Fylgjumst með því. Takk kærlega Hallgrímur. Þá ætlum við að kíkja í búðir. Íslenskir kaupmenn hafa í auknum mæli tekið upp erlenda siði og boðið afsláttadaga í nóvember. Í dag einn slíkur, dagur einhleypra og margir nýttu tækifæri til jólainnkaupa þó enn sé tæpur 1,5 mánuður til jóla. Ert þú að versla og nýta tilboðin á Singles Day? Mögulega, eitthvað aðeins, ekki mikið samt. Já, að einhverju leyti, aðeins að byrja að undirbúa kannski jólagjafir og svona. Annars, já, maður bara svona aðeins að skoða hvað í boði og svona. Nei, ekki eins og kom hérna bara til að gata belti. Ekki hingað til en ég ætla að kaupa nokkrar jólagjafir í dag. Já, ég var að kaupa í gær, eða frá svona fyrirvarnar á Metasport. Já. Og finnur þú fyrir einhverju svona pressu, stressi að ná að nýta tilboðin á meðan þau bjóðast? Nei, það gerir ég ekki.
Velkomin Benedikt, þú ert framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Markar dagurinn í dag svona upphaf jólavertíðar kaupmannsins? Já, það má nú eiginlega segja að þetta hafi hafist aðeins fyrr. Svona þegar að snjóa og klaka leysti hérna eftir snjókomun og ófærinu daginn, þá fundu verslunarmenn strax að þetta var spenningur í neytendum. Þetta fóru svona fyrstu merkin að sjást á. Já, en þessi tilboðsdagar sem að svona hafa í auknum mæli fest sig í sessi hér á landi í nóvember, þetta svona einhvers konar viðbrögð kaupmanna til að bregðast við aukinni breyttri neysluhegðun fólks, til dæmis með netverslunum? Já, það er kannski ekki hægt að fullyrða það nákvæmlega. Þetta kemur hérna erlendis frá upphaflega, menn fara að prófa sig áfram með þetta og finna fljótlega að þessi tilboðsdagar leiða til þess að álagið í versluninni verður svona dreifist betur og verður eftir vill svona einhverju leyti minna í desember. Þegar að fólk á auðvitað bara að vera að njóta sín í jólastemmingunni og fara á laugin og eitthvað þess samdar, sko. Já, en álagið dreifist jafnar eftir að þetta kom til sögunar. Já, það virðist gera það. Já. Það hefur stundum verið kvartað undan í að verslanir hækki verð í aðdraganda svona tilboðsdaga til þess að slá svo af því aftur. Hafið þið fengið ábendingar um slíka háttsemi og hvernig geta neytendur brugðist við ef það grunar slíkt? Nei, ég man ekki til þess að við höfum fengið svo sem einhverjar slíkar ábendingar en það er í gildi lög og reglur í þessu landi og Neytendastofa hefur eftirlit með því að menn auglýsi ekki tilboðið afslætti nema að það sé tilefni til þess og það eru svona ýmsir tímafrestir sem þarf að gæta. Þessar reglur eru náttúrulega settar svona til verndar neytendum en hinn hliðin er svo að verslunin þarf náttúrulega á því að halda neytendur treysti í versluninni, sko, þannig að þetta, eins og ég segi, þetta hefur ekki verið leitað til okkar með slíka kvartanir. Kærar þakkir fyrir komuna, Benedikt. Takk. Fellaskóli í Breiðholti bar sigur úr býtum í skrekk hæfileikakeppni grunnskóla í Reykjavík sem framfór í gær. Krakkarnir segja boðskap atriðisins einfaldan, hættum að setja pressu á unglinga og leyfum þeim að vera þau sjálf. Velkomin á Úrslitsskrekk! Gleðin skein úr hverju andliti í Borgarleikhúsinu í gærkvöld þar sem unglingar í Reykjavík öttu kappi á úrslitakvöldi skrekks. 239 nemendur úr efstu deildum 8 grunnskóla kepptu að þessu sinni og voru atriðin hvert öðru glæsilegra. Það er samt eitt sem fær fyrsta sætið og ég veit að það er það sem að þið eruð að bíða eftir. Jæja, og það er Fellaskóli! Rosalega geggjað, fyrsta ára okkar. 29 nemendur í hópnum og segja þau hugmyndin að atriðinu, þrýstingsbylgja, hafa orðið til þegar þau fóru að bera saman bækur sínar daglegt líf. Atriðið er álagi sem er sett á unglinga og hversu mikil pressa er því alltaf að segja okkur ekki að hitt og þetta og við erum að reyna að vera fullkomin en við bara getum það ekki því að við erum bara unglingar og við reynum okkar besta. Sigurinn var tvöfaldur hjá krökkunum en þau hlutu einnig skrekkstunguna, verðlaun sem veittiru þeim sem þykja skara fram úr í skapandi notkun íslenskunnar. Þau segja sigurinn sérstaklega sætan fyrir þar sakir að 24 af þeim 29 í hópnum séu ekki með íslensku sem móðurmál. Hún var bara ótrúlega skemmtilega, hún var bara æðislega. Ég get ímynd verið að við erum öll mjög stolt af okkur og bara gleðið með árangurinn. Geggja, ég er búin að eiga núna nývinir, helst Anniku og allir bara hérna og já, það er bara, ég elska öllum hérna núna, sko. Ég hvetja börn sem eru á yngra stiginu að fara í skrekk. Maður lærir svo mikið, hitta mörg bara alls konar fólk sem þau hafa aldrei talað við. Þetta er bara, ég elska skrekk. Og þá að veðri. Víðáttu mikil hæð yfir Grænlandi og lægðir suður af landinu beina til okkar köldum norðlægum áttum. Víða hægur vindur á morgun en á Austfjörðum hvessir heldur og hefur Veðurstofan gefið út gula vindaviðrun þar. Skýjað norðan og austan til og stöku él, annars víða bjart. Frost að 8 stigum kaldast inn til landsins. Við förum að vanda nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Ísland mætir Serbíu í undankeppni EM-kvenna í körfubolta á morgun. Serbneska liðið er sterkt en íslensku leikmennirnir eru spenntar fyrir verkefninu. Fram spilaði sinn 3. leik í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld. Liðið fór þó í heimsókn til Kriens í Sviss. Og kvennalið Breiðabliks í fótbolta spilar Evrópuleik á Kópavogsvelli á morgun þegar það mætir danska liðinu Fortuna Hjörring í 16 liða úrslitum Evrópubikarsins. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir.
Í Kastljósi í kvöld veltum við fyrir okkur hvað jólin komi til með að kosta. Eitthvað að lækka af jólaverunum? Tannkrem. Við ræðum við svefnsérfræðing sem vill sænka klukkunni. Bara við höfum ekki þekkinguna þá en við höfum hana svo sannarlega í dag. Og svo það samfélagsmiðlagrínarinn Kjartan Logi Sigurjónsson. Hætt að tala! Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hætt við því að krabbameinslækningar hér á landi dragist aftur úr Norðurlöndunum ef ekki fæst fjármagn til innleiðingar nýrra lyfja. Umsókn 10 krabbameinslyf eru í biðstöðu. Sumarhúsaeigendur og ábúendur við Skorradalsvatn segja að nálæg virkjun valdi bæði landrofi og ógni öryggi veiðimanna. Vatnsyfirborð hefur ekki mælst hærra í meira en 6 ár. Menntamálaráðherra vill koma böndum á síma og snjalltækjanotkun í grunnskólum. Tekist var á málið á þingi í dag. Barátta gegn transfólki nýtt til að grafa undan réttindum annarra minnihlutahópa, segir fyrrverandi fyrsti ráðherra Skotlands. Réttindi transfólks gangi ekki á réttindi kvenna. Hættum að setja pressu á unglinga og leyfum þeim að vera þau sjálf, segja nemendur í Fellaskóla sem unnu skrekk hæfileikakeppni grunnskóla í Reykjavík í gærkvöld. Það var þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir þá getið þið alltaf sendt póst á netfangið fréttir hjá ruv.is. En takk annars fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum þar sem af degi. Verið þið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Á valdi náttúruaflanna. Íslenskir heimildaþættir viðbrögð Norðurlandaþjóðanna við áhrifum loftslagsbreytinga á veðurfar. Hvernig drögum við úr skaðanum og aukum seiglu og viðnámsþrótt samfélaga til að takast á við þessar hættur?